Já, við ætlum enn að halda áfram að ræða hvað það að vera ungur Íslendingur. Við höfum rætt við ungt fólk það, við höfum spurt unga fólkið sjálft þeirra spurninga og það komið að því að við fáum fullorðið fólk til þess að ræða aðeins það sem að við fullorðin vitum til dæmis líðan ungra Íslendinga. Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir, hvar ætlum við núna að bera niður? Við ætlum að fyrirhitta hinn síunga framkvæmdastjóra Geðhjálpar, Grím Atlason, sem að veit kannski meira en margur líðan ungs fólks á Íslandi. Það nú ýmislegt sem að ratar inn á borð til Geðhjálpar og þú hefur líka setið í nefndum, Grímur, sem fjalla til dæmis tækjanotkun barna í skólum og ég að vona að þú segir okkur allt þetta, veruleika barna, símanotkun, tölvur. Erum við að ganga frá ungu kynslóðinu með því að leyfa þeim að vera í símónum? Má ég kannski vera með eitt stuttan formála? Já. Áður en þú fræðir okkur, Grímur, að það voru 2 punktar sem ég varst áhugaverðir sem komu fram í spjallinu við unga fólkið á mánudaginn. Annar var sámanstu, Steina, að þau segðu að ungir foreldrar væru í rauninni miklu betri foreldrar heldur en eldri foreldrar þegar kemur aðhaldi gagnvart börnunum varðar snjallsímatæknina og óhóflega internetnotkun og samfélagsmiðlanotkun. Mér fannst það áhugavert. Þau eru meðvitaðri það kannski hvað þetta hættulegt. Já, ég tengi svo við það sem að aldrað foreldri getum að hafa sagt. Og veist, ég var frekar gamall þegar ég eignaðist mitt síðasta barn að ég þorði ekki að grípa inn í einhvern veginn, hvað maður segja, tækni tímans. Ég þorði ekki að aðhafast. Ég hugsaði bara að þetta verður allt í lagi. Og svo var það hitt sem kom fram hjá Sóleyju Lóu Smáradóttur, 17 ára, að unga fólkið sjálft óttaðist þessa tækni svo mikið og væri að ræða leiðir til þess að losna undan henni. Þetta fannst mér setja það í samhengi að hér, við erum ekki að tala bara eitthvað mál að gamalt fólk að nöldra yfir því að ungt fólk hefur breytt venjum sínum. Unga fólkið sjálft vill komast undan þeim venjum sem hafa orðið að veruleika. Einhver þeirra allavega. Já. Og ef við bara, Grímur, tengir þú sem sagt, færðu inn á borð til þín tilvik þar sem að ungt fólk bara í þessari fíkn og vill endilega bara komast undan henni? Snjallsíma, internetnotkun, derburðar, fíknihegðun okkar hefur nú fylgt okkur í rauninni í árþúsundir kannski. Ekki það ég viti nákvæmlega, það er svona ekki mikið rannsakað þannig kannski aftur í tíman, það er að tala 2000 ára, en við höfum alltaf notað eitthvað og síðustu, náttúrulega við þekkjum það hér og síðustu, allavega síðustu 100 árin þetta mjög rannsakað topic, fíkn mannkynsins og ég held að sé ekki svona mikil breyting þannig á því. Þetta hluti fíknihegðun og þetta bara birtingamynd fíknihegðunar og það eitthvað, hvar orsökin, hvar liggur hún þarf ekki endilega að vera sjálf tækið eða þannig. Það getur verið birtingamynd. Já, það birtingamynd og en hins vegar það alveg ljóst að við sjáum meira og meira af því að því að þú veist einu sinni kannski þá var það eina sem komst í voru kannski áfengi eða fíkniefni eða spilakassar eða eitthvað slíkt og þá var það birtingamyndin hjá þeirri ungu manneskju og þú veist, fólk fór þá á vog eða eitthvað slíkt. Nú eftir á móti að þá eru fleiri og fleiri sem að þú veist, burt sér frá því við tölum svona ekki þetta almenna heldur þetta sérhæfða, þú veist, þegar fólk komið í mikla neyslu og það hefur aukist mjög síðustu árin auðvitað með því að við bara aðgengi að þessu þannig að við erum bara með þetta alltaf. Þá alltaf einhverjir sem fara mjög langt. Hins vegar svona almennt og þá þetta svona, þetta margt, þetta tvíbent af því að það svo auðvelt að segja tæknin henni að kenna. Þú veist, símónum að kenna. En það þetta ekki bara það. Það hvernig samfélagsgerðin. Það hins vegar alveg ljóst þegar við skoðum statístík það hvernig börnum líður og hvernig við sjáum þetta bæði á tölum frá landlækni
Við sjáum þetta í lyfjanótkun og annað. Svo sjáum við þetta líka í tölum frá rannsóknum og greiningu þegar að vera að spyrja beint út í líðan barna í skólum. Svo sjáum við þetta í þessari PISA-könnun, það sem hefur verið, þetta svona kannanirnar sem eru gerðar á hlutum. Og það súlan síðustu 10 árin, við tökum 2013, þá leið 81% barna því yfir í grunnskóla 8. til 10. bekk að andleg heilsa væri góð eða mjög góð. Í dag þessi tala 59%. Hefur farið niður þrátt fyrir aðgerð ríkisstjórnarinnar held í 2016, það var aðgerðaáætlun að það átti að fá þess að tölu upp í 90%. Og það þetta segir við erum alltaf að gera eitthvað sem ekki, við erum bara að gera hlutina án þess að vita hvað við erum að gera. Og þetta eitthvað svona ríkisstjórnin setur 10 milljónir í verkefnið og barnamálaráðherra kemur og segir eitthvað. En hvað það í rauninni sem veldur þessu? Og svo sjáum við lyfin á hinnum kantinum og þar til dæmis kvíða og svefnlyfja notkun barna hjá stúlkum og drengjum að það við erum að tala um 400% aukningu á 10 árum. Tölurnar reyndar ekki háar, þetta fer úr 2,1% í tæplega 7% og síðan í þunglyndislyfjum það sama. Þunglyndislyfja notkun og þá ef við skoðum stúlkur sérstaklega eldri en 10 ára þá þunglyndislyfja notkun búin að aukast mjög. Við erum að sjá það og síðan við förum í svona aðeins eldri hópin, 18 til 40 ára, að það var 25% kvenna taka þunglyndislyf. Þetta eru svona vísbendingar, þessi heilsu vísbendingar, má segja, eða það hver staðan og hún hjá hamingjusömustu þjóð í heimi. Ísland, í heimi, já. og síðan koma tækin og það alveg ljóst að tækin hafa ekki þau ekki, þú veist, við kunnum svo lítið með þetta fara, að því leiti, umgangast hluti, hvernig best að umgangast hluti, hvaða sem þetta, við þekkjum það ekki og þetta óþekkt og þetta alltaf sama. Hins vegar það líka svo það sem að kannski andstættast í því sem að Sóley 17 ára sagði, að þá það líka þannig að við, og þú varst að tala um að eldra fólk á hverjum tíma lítur á ungu kynslóðuna að hún sé að fara til helvítis. Það hefur, hvort sem það vegna einhvers eða eitthvað, það var að gerast fyrir 50 árum, það var að gerast fyrir 3000 árum þegar Aristóteles, 2500 ára þegar Aristóteles sagði þetta. Það hreinlega á að vera þannig. Já, það á að vera þannig. En að því þú varst að tala um fíkn, skiptir einhverju máli hvort það eru símar, tölvur eða brennivín, það að vilja deyfa sig, komast út úr einhvers konar ástandi alltaf leið fólk til þess að lækna sig, lækna einhvers konar vanlíðan. Það vitum við nú, þetta ekki bara af því bara sem fólk gerist fíklar einhverju tagi, börn eða fullorðnir, það verið að reyna, fólk einhvern veginn að reyna að bæta líðan sína með því að nýta sér eitthvað, hvort sem það lyf, brennivín eða skjátími. Fixa sársauka? Ég held að það alveg rétt. Fixið við fixum okkur með kynlífi, við fixum okkur með vinnu, við fixum okkur með dópi, við fixum okkur með einhverju. Bara einhverju flótta, mat sjálfsögðu og þessi flótti frá einhverju. Hins vegar að þá alveg ljóst að við símar og það eru forrit í þessum snjallsímum sem eru eins og TikTok og bara mjög margt annað, Instagram og allt sem þetta eru meira þess að Facebook, þó að það höfði meira til eldri kynslóðar, að þá eru fíknivakar sem gera það verkum og þú liggur í því og þú ert einhvern veginn að missa af einhverju og þetta hefur áhrif á dópamin búskapin þó að það séu svona, það ansóknir séu svolítið svona skamt á vegi komnar að þá samt þannig að það þessi tilfinning að manni líði bara allt í nú illa þegar í rauninni maður ekki að nota neitt og þá kannski þannig ástandið í heilanum að maður akkurat í bara því sem maður myndi teljast svona sæmilega eðlilegt ástand á dópamin búskapnum en við erum bara í baðinu og þegar þú ert alltaf í baðinu í miklu þurft að fá svona rush endalaust að þá
þá þegar að hægir á og þetta bara, þú veist, þetta alveg svo vera þegar maður að djamma mikið, þá maður í þessu dópamin russi og svo hættir maður og þá líður manni mjög illa. Já, af því þetta líka sko, þú veist, öll þessi snjallforrit og Facebook, Twitter, TikTok og allt þetta eru náttúrulega njósnaforrit sem læra að þekkja þig og þekkja þig orðið inn og út, þannig þau halda viðsvítandi að þér efni sem heldur þér við efnið og þannig geta þér búið til úr þér markaðsvöru leið, þannig að þú veist, við erum svona eiginlega öll, bæði börn og fullorðin orðin svona markaðsfangar hjá þessum risum. Eðlilega, þú veist, það ástæði fyrir því að hérna, mennirnir í Silikondalunum sem eiga börn, að þau fá ekki að nota þetta. Það ástæði fyrir því oft til þess vitnað. Já. Ég man sko hvað ég var hissa þegar ég heyrði í fyrsta skipti, ég man ekki hvað árin eru mörg liðin síðan, kannski 3 eða 5. Þegar ég heyrði fyrst vitna til rannsókna að geðheilsa ungs fólks og barna hefði hrapað mörg prósentustig þegar samfélagsmiðlar bara héldu innreið sína inn í líf. Það eru þetta eins og rannsóknin sem að gerða á, ég held að veri Fiji eða Samói, að það voru konur á Samói, það voru svona mannfræðingar sem voru að rannsaka þær, að allt í einu, þú veist, að því þar borða maður, þú veist, það er mikið borða hrár fiskur og þannig að þú veist, svona holdafar þykir ekki, þú veist, hér það sem að, þú veist, þessi skinny veröld, þessi mjóa veröld, að holdafar á Samóim að hérna, svona, fólk þéttara. Það er ekki flott að vera Kyrrahafseyjurnar eru þannig. Nema að það gerðist bara, þegar konur fóru að vera óanæðar með sjálfa sig á þessum eyjum. Man ekki út af að Fiji eða Samóa, en að minnstu kosti og þeir fóru að rannsaka á hvað við gerst og þá var það að sjónvarpið kom og það var bara að þú fórst að sjá þessa, því það er bara sama í sjónvarpinu þetta alltaf, þetta er bara staðlað eitthvað. Þú barst í sama og þú ert þessi samaburður og það er það sem að gerist líka. Svona curated mynd af heiminum, þar sem allir eru fallegir, grannir í góðu formi og svo framvegs. Og það er það sem er erfitt þegar maður, sko, þegar maður berða saman, var þetta komið þegar ég var krakki að einhverju leyti, en það var samt svo erfitt, eins og klám og annað. Það var svo miklu þú veist, auðvitað er öll forvitin, öll ungmenn eru forvitin eitthvað sem er bannað og klám þegar ég er krakki, auðvitað er ég forvitin það. En að nálgast það var vesen. Þú veist, það var bara vesen og einhvern veginn og þú veist, og þá er þetta ekki svona, en í dag Samúel kannski eina blaðið. Já, einhvern veginn og Samúel, eitthvað svona sem ekki gleyma honum. Nei, og þú veist, og líka, en auðvitað var eitthvað sem að, þú veist, þetta var bara svona, það var bara allt annað. En nú er þetta bara svo hratt og þetta er svo, og við missum okkur og það er kannski það sem maður að hafa ágjur af. Þetta er eins og það búið að rannsaka það talsveit eins og kynhneigð barna og því það sem kemur upp og það er alvarlega birtingamyndin. Þegar ungir krakkar, bæði strákar og stelpur, þú veist, þeirra reynsla að kynlífi er kannski bara fyrsta reynsla er einhvern veginn svona mjög klámkennd, margir í einu og eitthvað svona rugl, sko, því það er eitthvað sem að bara þú veist, veröldinni, þegar þú ferð inn í þennan heim svona ungur og þá veist ekki hvað og þú hættir heldur ekki, þú verður bara líka fíkill í það og þá veist í rauninni ekki hvað er, þú veist, svo kallað eðlilegt. Og svo kemur COVID ofan í, sko, þessar breytingar og er ekki alveg ljóst að COVID hefur haft áhrif til eins verra á líðan ungra Íslendinga sem og bara þjóða í kringum okkur. Jú, og það var hins vegar, sko, það var alveg vara við því. Það var, þú veist, alþjóða heilbrigðisstofnunin, hvaða skoðun sem hefur á henni, að í upphafi faraldurs, og við erum að tala í mars 2020, þá kom svona í rauninni yfirlýsing sem var þannig að þú veist, þessi faraldur þetta verður geðheilbrigðismál. Það verður það sem að mun verða erfiðast. Af því að við erum í reynsla því úr stríðum og öðrum svona stórum kreppum. Það er öðruvísi samt með svona peningakreppur. Það er lokaði ekki, það er bara peningar. En þetta var svona öðruvísi, þetta var svona meira eins og að vera, og það er ekki að bera það saman, það er ekki að segja, það er meira samt svona eins og það sé loftárás. Þú ert að vera inni og lokaðir inni og getur ekki farið út. Þó að það sé, við erum ekki að líka því saman. Ég bara segja samt það er meira í þá áttina og þeir vöru við því og það var talað um það, við bentum á það geðhjálp
og við bentum stjórnvöldum á það, við bara ítrekkuðum það allan þennan farald og eftir það og núna, ég með þess að skrifa greinum þetta núna í Geðhjálparblaði sem að kemur út núna í septemberlok, þar sem ég að fara yfir ákveðna þætti sem ég get, safna gögnum og það er alveg ljóst að þetta hafði þau áhrif að börnum og ungmennum líður verð í dag og það er ákveðin barna, það eru læknar, geðlæknar og barna- og unglingageðdeildinni segja að bráða innlögnum, það sem er svona emergency, þessi bráða innlögum barna vegna geðrænna sko einhver svona áfalls hafa aukist ég heldur að það sagt 200% á þessu semst eftir þetta. Það er mikið sko. Það gleymist aldrei þegar stjórnvöld hrósa sér að því hvað vel hafi gengið í COVID. Það er nákvæmlega þessi mannlega hlið, sko, vanræksla aldraðra og einangrun ungmenna, náttúrulega það var þarna, bara stór hluti ungs fólk sem einhvern veginn misti af, þú veist, því á unglingsárum að svona þroska sinn félagsþroska og þú veist, hvað er hægt að gera fyrir þessa krakka? Því að augljóslega náttúrulega sættu þau þarna einangrun og svona fór á misið ýmislegt, sko. Sko, það er auðvitað, fyrsta leið kannski ég myndi að segja að þetta gerðist og vera bara, og ekki hérna, og ég held nú að það er minnst kosti það að vera að tala um þetta en það þarf að viðurkenna það. Þetta er alveg mál sem þarf að taka á og það þarf að taka á því með því að þú veist, við þurfum að skoða, erum við bara... Og það varð náttúrulega líka mörgum fjölskyldum megn bara að vera saman öllum stundum. Þetta var, við erum, og þú veist, við erum þetta búin að koma okkur upp einhvers konar, þú veist, við erum svona einangrun, við erum búin að einangra okkur í þessum húsum okkar einhvers staðar í þetta er svo, þú veist, það vantar. Ég held að það væri, við erum við fólk, við erum það miklu meira en við höldum og það einhvern veginn að optimal ástandi sé að búa einhvers staðar einhverju íbúð með sínum, þú veist, með sinni konu eða manni og 2 börnum og það er, þú veist, einhvern veginn með engan í kringum sig og það er bara mjög erfitt og þið sjáðu bara foreldra í dag, akkur það er ástæði fyrir því að hérna, og það hefur alveg verið í mörg ára að foreldra sem eignast fyrsta barn að þau skilja 50% af þeim skilja fyrstu 2 árin, þau bara skilja og það er ekki út af því að þau get ekki búið saman, skilju, það er einhver hjónabönd, jú, vissulega að sambönd er alveg ónýtt, skilju, og fólk aldrei vera saman en það er eitthvað annað, það er eitthvað annað í þessu, það er bara, við erum búin að ákveða að setja okkur í eitthvað svona, þú veist, allir á þessu hjóli að hlaupa, til að kaupa, til þess að gera, til þess að vera í þessu samfélagi sem er mjög markaðsdrifið í staðins kannski að stoppa hvað er best og eins fyrir krakka, það er ekki best fyrir krakka að loka þau inni, það er ekki best fyrir neitt, en það er alveg sérstaklega ekki best fyrir krakka að gera það þannig og á mótunarskeiði og ef við gerum það, hvað þurfum við að gera þá? En það er bara enginn að spyrja þeirri spurningu, svo kemur bara alltaf þetta sama, það eru mikið ástand í skólunum, við þurfum að kennararnir eru ömulegir, foreldrarnir eru ömulegir og svo rífast menn það og svo bara eftir 5 ár kemur aftur þessu umræða, kennararnir eru ömulegir og ég er að skrifa skýrslu, við ráðundur að vinna þetta er bara samfélagspæling sem við þurfum að fara dýpra í og taka ábyrgð á. Af því annars höldum við bara áfram að búa til þennan vanda og markaðsetja þetta óheilbrigði sem við erum alltaf að gera. En er þetta ekki bara eitthvað stórkostlega brenglað verðmætamatt? Jú. Sem stýrir þessari skekkju í samfélaginu og þessari vanlíðan. Kannski ekki bara barna, heldur líka bara fólks almennt. Að fólk er hvað að segja, þessi ímyndarveruleiki sem að fólk leiðist út í að uppfylla. Það er lítið innihald í honum. Við sjáum það bara, við skulum segja þú veist, eins og til dæmis núna þú veist, ég tek alltaf þetta dæmi, við erum að selja Íslandsbanka þá borgum við ráðgjöfum 3 milljarða fyrir það og finnst það bara gott, bara mjög vel, bara frábær sala en nú er hérna eitthvað sko, við þurfum að vera að opna hérna lífsbrú sem er svona til þess að hjálpa, þú veist, að því að 35% ungs fólks á aldrinum 18 til 29 ára sem deyr, það tekur í líf og 35% af fólki 35% og af þeim sem deyja þetta er bara helsta dánarórsök fólks á aldrinum 18 til 29 ára reyndar er þetta helsta dánarórsök líka barna á aldrinum 11 til 17 ára
það er sama prósent, 35% af þeim sem dóu á 5 ára tímabili 2016 til 20 tók eigi líf. Hvað eru það mörg sjálfsvíg á ári cirka? Það sko sjálfsvíg á ári á Íslandi eru í kringum 40 og það deyið þetta ekkert margir á þessum aldri, hins vegar að það skulle 35% og 35% af þeim sem deyja á aldrinum 18 til 29 ára taka overdose. Þannig að 70% af börnum, ungmennum sem deyja, ungu fólki á aldrinum 18 til 29 ára tekur óstóran skammt. Og Lífsbrú frábært verkefni sem eru að stofna Guðrún Jóna Guðlaugsdóttir sem sjálf er aðstandandi og misti drenginn sinn, hún í forsvari fyrir þetta og við erum með 20 milljónir þetta ári. 20 milljónir. Þetta er verðmætamatið og svo fer ég að vinna á geðdeild og ég er ráðuðangað, ég er 18 ára, ég var, þú veist, þannig var það þegar ég var, nú er það 20 ára en þú ert ekki á neina menntun. En ég ætla að fara í banka og þú veist, vera það bara gjaldkeri. Þú veist, þá ertu helst að vera komin með viðskiptafræðina, sko. Þetta er verðmætamatið í okkar samfélagi. Það snýr allt á haus. Þetta er bara rugl, þú veist, og þá er ég ekkert að tala auðvitað á að vera góður viðskiptafræðingur í bankanum, það er fínt. En að það skuli vera, þú veist, en við gerum þetta ekki með allar heilbrigðisstéttir, ef ég fótbrýt mig þá kemur engin heimspekinemi og gengur frá þessu. En með mína geðrænar áskoranir og annað, þá bara jafnvel líklegra að ég fái heimspekinema eða bara einhvern sem hætti í leikskólakennarunum eða eitthvað, sko, sem að tala við mig, sko. Og þetta er verðmætamat sem þetta algjörlega óásættanlegt og þetta er bara samfélagsmál. Við þurfum að segja samfélagi, við viljum þetta ekki lengur. En ekki alltaf bara benda á Ásmund Einar og eitthvað svona fólk. Nei, en það að lífsbaráttan sé harðari og meira óöryggi og meira húsnæðisöryggi, fólk við minna á milli handana, þetta lítur líka að spila inn í það hvernig fjölskyldum og börnum líður í landinu. Það er aukinn stéttskipting, það hljóta að vera ólík vandamál sem steðja krökkum sem að koma frá efnameiri heimilum og heldur en þeim sem koma frá efnaminni, eða hvað? Já, það er sko, þetta er sko, það er auðvitað ekki, þú veist, jaðarsetning vegna fólk sem er fátækt og það er ekki gott, það hefur áhrif á börn, það er alveg á hreinu. Og en hins vegar, að þá er það líka þannig að búa í þú veist svona hálf einhvern veginn þegar heimurinn er svona mjög svona á yfirborðinu slett og fellt og mikið af peningum og annað, það er líka, það er ákveðin firring sem fylgir því og það eru geðheilbrigðis, það hefur áhrif á geðheilsu líka. Þetta er sko bæði í rauninni ekki gott, þú veist, það er hins að þetta sem að var einu sinni kannski þetta íslenska samfélag sem að við þekktum og er kannski ennþá til en samt við erum því miður að missa það svo lítið. Þetta var í rauninni, það var ekki að tala stéttlaust samfélag, það var ekki að tala það. Hins vegar að þá vorum við öll í kannski í sama skólanum. Veist, núna hins vegar er komið meira af svona hverfum. Við erum að hverfa frá því að það voru í fellaskóla bara krakkar frá öllum heimilum. Í dag er það krakkar mikið frá sem eru erlendu bergi brotin og svo krakkar sem eru íslensku bergi brotin en eru félagslega vandamál í fjölskyldunni, jafnvel 2 kynslóðir eru þar, svo ferði kannski einhvern annan skóla, Fossvogsskóla og þá er engin þá er í rauninni frekar mónotónist umhverfi og í Garðabæ og Seltjarnarnesi. Þetta er ekki góð, ég held að þetta sé ekki gott í svona litlu samfélagi, af því að við þurfum eiginlega og það er að vera einhvern veginn, það er kostunum við svona samfélag, að við séum ekki með sérskóla, einkaskóla, einkasjúkrahús, allt þetta, því þá munum við alveg tapa okkur. Það er mín, sko, það er bara hefur sýnt sig og ég held að í svona samfélagi svo Ísland er, sem er því miður, er svo lítið við erum farin að fara þangað, sko. Af hverju er svona flókið að banna símanótkun í skólum, ef það er vandinn, ef það er hluti af vandann? Já. Sko ég man alltaf eftir svona fáránlegum reglum eins og bannað að vera með húu og eitthvað svona alls konar rugl sem var í gangi þegar kennarar sem gengum og slóu í hausina og drengjum fyrir að vera með húur inn í tímum. Það er held í margt sem er búin að missa mörgu. Ég er alveg, ég hljóma nú kannski líka svolítið gamalt að segja, það er ákveðin svona agavandi sem að kemur með mörgu. Við erum einhvern veginn réttindin, við erum alltaf að tala réttind okkar. En hver eru skyldurnar?
hvernig búum við til þannig, þú hefur réttindi og hefur svo skyldur, þú hefur alveg réttindi til að vera með borgarlega óhlýðni og allt það, en ég að tala bara réttindi og skyldur og svona framkomu og við höfum dálítið farið að leið þarna mínum mati og alls konar svona hlutir, foreldrar geta setið í tímum með börnunum, þetta allt orðið einhvern veginn og við ef það eru kappleikir þá eru foreldrar með börnunum, foreldrar eru farin að skrifa háskólakennurum bréf. Þetta minna Kvarta yfir því hvernig sé farið með fullorðnu börnin Já, og eitthvað, einhver engun og eitthvað svona rugl það er vandinn, við sími og það er einhvern veginn, ég veit ekki akkur hann er ekki betra að börnin kenni sér sjálf á þessa tækni heldur nokkuð tíma því að þessi eins og vorum að tala á þessi fullorðnu aðila sem eiga að vera einhvern veginn að það er svo mikilvægt að kunna þetta og nota þetta í náminu og eitthvað svona, til hvers? Akkur ekki bara að læra nákvæmlega eitthvað allt annað heldur en það að vera með þessi tæki það væri, að því við munum alltaf þau munum alltaf komast í það heldur bara að vera, hvernig lítur dúan út og fara að skoða hana, og vera bara í því í skólanum en þetta er auðvitað ekki fyrir mig að segja en að móti þá vil ég samt segja ég skil ekki, að því þetta er alveg sama hvernig við lítum á það, þá hefur þessi tækni hennar gallarnir eða aukaverkanirnar eru ansi miklar og kostirnir eru miklir en aukaverkanirnar eru það líka og þær eru þess eðlis að við erum að sjá bara mjög mikla breytingar hjá mörgum svona með þessa líðan að gera og í rauninni hvernig samskipt eru ég held að þetta sé eitthvað sem við ættum að af því að það er nú talað þennan agavandamál og börn sé ekki eins öguð og kennarar kvarta svolítið yfir því og kennurum finnst þeir eiga heimtingu á einhvers konar virðingu frá börnunum en er einhvern tímann hægt að krefjast virðingar það er náttúrulega vandamálið og sama maður getur ekki heimta það að barni manns beri virðingu fyrir óskum manns eða þeim reglum sem maður setur, þetta er eitthvað sem verður til í samskiptum okkar á milli og ég bara þekki það eigandi 4 börn sem hafa gengið í gegnum grunnskóla og oft hafa kennarar gripið til þess að biðja börn að vera í símanum til þess að losna við einhvers konar áreiti af þeirra völdum eða of mikið spurningaflæði eða hvaða nú er þannig að þetta er líka svolítið svona tvíbent oft Undir hvaða kringumstæðum er það? Já bara ef að barnið til dæmis spyr of mikið af spurningum þá er bara mjög þægilt að segja barninu að fara bara að hlusta á einhverju músík og setja á sig heyrnartól Það er að trufla, það er að segja truflun Það er of það er of fróðleiksfúst að það þarf aðeins nei, ég meina kennurum er líka vorkun, þetta eru allt og stóri bekkir og allt og margt fólk og nemendur á öllum svona getustigum líka, þannig að þetta er ekkert alltaf auðvelt. Nei, ég held að við séum líka bara búin að búa til, við finnum kannski að hugsa af hverju þurfa börn bara, þessi grunnspurning, hvað er það sem segir 10 ár og hvaða hugmynd er það 10 ár í svona skólaumhverfi og sem verður að vera af hverju, hvaðan kom þetta, er þetta eitthvað sem stóð í biblíunni eða stóð þetta í Kóraninum eða er þetta komið, er þetta eitthvað sem er þetta eitthvað sem kom bara þegar neðlismæðurinn, þetta er besta lausnin við okkar, hvað er það sem veldur því að þetta er og ef við má aðeins brjótast inn í að bæta við og meir og minna verða að kenna þeim að læra utan að eitthvað sem að við öll hinn fullorðnu sláum bara upp í Google eða tekkum 1, 2 og 3 á að kennslu aðferðirnar hafa ekki breyst í takti við það hvernig við náum okkur í upplýsingar með allt öðrum hætti fyrir ekki bara smá. En ég ætla samt að segja að það eru, við segjum þetta oft þetta nákvæmlega þetta og ég er sammála þessar hluti en ég held samt að kennarar það er ofsalega mikil nýsköpun í gangi sem og ofsalega margt snjallt sem er verið að gera. Ég held bara svona grunnhugmyndin, bara grunnurinn að þú veist þetta og einhvern veginn að við fórum úr þess og sitja og horfa og þessi svo kallaða ADHD kynslóð okkar bara við öll ADHD Íslendingarnir að sitja í þessu setupi hún virkar ekki og hvernig getur hún virkað ef þú ert með svona stutt
athyglisspað, hvers vegna þá verið að gera þetta svona? Hvað það sem við getum gert til þess að breyta því? En manstu Björn, Smári sagði hérna í upphafi þáttarins hvernig dóttir hans kemur, þú veist, og lokar tölvun hans þegar hann situr við tölvuna til þess að ná sambandi við hann og ég meina ég hef oft lent í þessum að krakkt mínu, mamma nennir að horfa á mig þegar við erum að tala saman. Barn sem elst upp við fullorðinn einstakling sem bara svona og horfir aldrei í augun á því og bara svona já, skilurðu, það náttúrulega, þetta mjög undanleg vera, þessi fullorðna manneskja sem alltaf bara föst ofan í þessu tæki og krakkarnir sjá það og þetta kannski bara eitthvað sambandsleysi sem ekkit síst bara okkur að kenna, okkur fullorðna fólkinu, hvernig við hugum okkur í samskiptum við þessi tæki. Sko, er þessi þykjustu athygli, það sem að fara illa með börnun okkur, að við erum með þeim í sama rýminu, þykjumst vera að veita þeim athygli, en erum faktist með hugan annar staðar. Ég meina, ég held að þetta sé kannski fyrst og fremst fullorðinsvandamál, en ekki vandamál hjá börnum. Sjálfsögur það er alveg á hreinu, allt sem að það bara þannig. Að, þú veist, og þau ná ekki tengslum við okkur og þess að bara flýja þau inn í lífið og horfa á aðra, lifa lífinu. Ég man reyndar þegar yngsta stelpa mér var aðeins yngri þá gekk eitthvað svona slímæði yfir á TikTok fyrir einhverjum árum síðan og þá var það svona einhver svona hvatning til þess að fara að gera eitthvað og þá var allt í einu fóru þar alla vinkonurnar að búa til slím alveg svo vikum skipti og með náttúrulega tilheyrandi klessum í sófum og veggjum og gólfum en þá var það einhver svona inspirasjón af því sem þau voru að sjá en oftar en ekki þá eru þau áhorfundur að einhverju sem að gerast en standa ekki upp sjálf til þess að framkvæma það og kannski eru við of löt að fylgjast með því sem þau eru að gera og hjálpa þeim ok, ef það eitthvað sniðugt þú veist, ok, gerum þetta Já, ég held að munurinn á sýndarathygli og fullri athygli sé einmitt alveg gríðarlegur Ég held það Nei, ég meina það alveg, þú veist, og við þurfum að skoða það, þetta þessi tengslarof sem verða og ég meina fyrstu 2 árin í lífi barns að þú veist, að vera með barni og horfa í augun á því, þú veist, svona að gefa brjóst eða hvað það eða bara tala við barnið þetta, þú veist, auðvitað það Þetta er það sem við þurfum að horfa á. En við erum ekki að gera þarna, við erum ekki í neinu þegar verðandi foreldra sem að skilja síðan 50% af þeim, hann að fyrstu 2 árin, að verðandi foreldra, þau fá voða lítið frá samfélaginu. Veist, það voða lítið pæling það, hvernig getum við gert það? Við fáum þess að mikla athygli þegar allt komið í vesen og við erum að borga kannski 20 milljónar einhverju fjölskyldur á ári sem að hefði ef þú hjálpað þeim í rauninni þegar það var móttækilegt og ekki verið að, þú veist, það þarf ekki að vera allt komið í klessu, heldur bara, þetta heiti forvarnir og þú veist, við erum allt bara geðheilbrigðiskerfið á Íslandi, 98% af öllum peningunum fara í meðferð og endurhæfingu, í staðins að setja kannski og 2-3% í forvarnir og hérna og þú veist og þar ætti í rauninni þú veist þar ættu peningarnir að vera eða þá að samfélag okkar væri þannig að fólk þegar það ungt og að eignast börn að það hefði kost á því að geta sinnt barnauppbyldinu betur þurfti ekki vera að vinna fleiri vinnur og vera í húsnæðisharki og með peningaáhyggjur og svo framvegis sko, sem hefur náttúrulega líka slík vanlíðan hefur auðvitað áhrif á barnið að upplifa óöryggi fullorðinna sko. Ég ætla bara að varpa þig og borðið hér og nú að ég fór að hugsa þegar voruð að tala hverjar voru bestu stundir sumarsins bara hjá mér og minni fjölskyldu og það koma strax upp 2 ferðir hvort tveggja ferðir í óbyggðum engin sími hann var þarna einhvers staðar sem öryggistæki en það var slökkt á honum og svo maður búin að labba með barninu sínu kannski í 1 klukkutíma þegar það byrjar að tala og svo fer það að spyrja og svo tala meira og svo sest einhvers staðar niður með nesti og það heyrir í fuglunum og það rennur hérna lækur og Ísland yndislegt og það kemur þessi nánd og maður fyrir svona eitthvað fortíðarham og hérna hugsa til þess hvað allt var dásamlegt bara fyrir tíma þessara tækja en það sem ég held að sé merkilegt í þessu að ég held að börnin sem voru í þessum ferðum, ég held að þau deili því að þetta hafi verið bestu stundir sumarsins
og nú er ekki að segja að allir séu þeirri forréttindastöðu að geta farið í að hafa tíma til þess að vera með börnunum sínum út í náttúrunni. Þannig ertu komin að kjarnanum, sko, það þarf ekkert til þess að njóta augnabliksins nema að vera á staðnum í augnablikinu, sko. Það er tíma. Þú þarft ekki neitt, sko, þú þarft ekki föt, þú þarft ekki dót, þú þarft ekki drast, þú þarft ekki neitt, þú þarft bara að vera í samveru við aðra manneskjum með fulla athygli. Og uppi Glim. Og það náttúrulega kostar ekki neitt. Og uppi Glim, hafið farið að Glim svo. Illa auglýst, já. Stundum svolítið mikið vatn í ánni þarna fyrir ofan fossinn. Og maður þarf að vaða yfir hérna svona þannig að rífur aðeins í öklana. Og þar var sem sagt hápunktur sumarsins hjá mér og einu barnanna minna. Það var þessi tilfinning. Fara yfir, ganga yfir óbrúað vassfall eftir að þú ert búin að reyna á þau og fara þarna upp á tindinn. Hugsið ykkur hvað lífið væri miklu. Við verðum bara að flytja með börnin okkar í eyðibíli utan alfaraleiða. Svo þetta bara að taka rafmagnið af í 2 mánuði. Það getur verið gott. Eða bara gera þetta bara, vera ekki að rífa sig niður. Fagna líka því sem að gera vel, því þetta er svo dögt allt og hérna njóta svo góðra stunda og þetta verður allt gott, sko. Ég held þetta sé fyrst og fremst, sko, þú veist, okkar vandamál það að reyna að sýna gott fordæmi og það má Guð vita að, þú veist, ég hef verið allt og niðursokkin í bæði tölvur og síma, bæði líka bara í gegnum mína vinnu og svona, sko. Þannig að það stendur náttúrulega upp á okkur að bæta fyrir þetta og það er ekkert víst að þetta fólk, þessi börn okkar séu tilbúin að kynnast þessu fólki sem búið að vera svona fjarverandi. En við verðum að reyna. En ég ætla bara að iðrast líka og viðurkenna það að ég hef sóað margri klukkustundinni sem betur hefði farið í félagsleg samskipti með fjölskyldunni í einhverja vitleysu og ég held bara að við viðurkennum það að það er skömm í okkur og við viljum ekki hafa þetta svona og við bara útrýmum skömminni og bara ræðum þetta, þá held ég að við getum við finnum okkur í betri heim. Heldur það ekki, Grímur? Jú, ég held að heimurinn er yndislegur. Það er unni það er bara spurning hvernig við förum með hann og hvað við gerum. Þetta er þetta líka bara þú og ég og við, hvernig við gerum. Hins vegar held ég að sé bara gott að tala það, því ég held að sé alveg þrá í það að vinda ofan að þessu. Þetta er ekki alveg rétt sín sem að margir bara erum að fara í þessa átt. Við ætlum að fara bara í þessa átt. En henda skömminni líka, alveg rétt. Það var gaman að þessu. Já, ég meina við getum gert betur alltaf. Og þurfum að stefna því. Já. En frábært að fá þig, Grímur, hér í settið til okkar Steinar og Línu og megi geðhjálp þrífast og dafna. Takk fyrir það. Takk fyrir að taka mig. Já, takk fyrir komuna. Takk. Og Steina, þú ætlar að kynna næsta lið eða hvað? Já, nú ætlum við að fara í orkumálin, ekki satt? Já. Og þú ætlar að tala við hana Höllu Hrund, orkumálastjóra. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is